held ég að þetta klassíska korter sé liðið og geta að fara að byrja. En ég býð ykkur velkomin á þessa uppskeruhátíð hjá Andblæ. Það vill eiginlega svo til að á miðnætti að þá eru 2 ár liðin síðan að Andblær byrjaði. Það var 16. desember 1993. En þá var reyndar ekki farið að hugsa um tímaritið og sjálfsútgáfuforlagið, heldur voru þetta upplestrar í heimahúsi sem að það var þá einn lesari sem las og hérna svona 20 mann sem var hlýtt á og gátu spurt og tekið meiri þátt í ljóðakvöldinu heldur en á kaffihúsi. Þetta gekk í svona 1 ár, allt árið 94, eiginlega vikulega. Einn lesari í hverju viku, eitthvað 40 lesarar sem kom allt í allt. Og upp á því að þá kom hugmyndin tímaritið og þetta sjálfsútgáfuforlag. Og það kom út fyrsta heftið fyrir jólin 94 af tímaritinu og þar komu 2 bækur. En núna er 3. tímaritið komið og 7 bækur. Það voru 5 á þessu ári, 5 bækur og það eru í vor kom Birta nætur eftir Ásdísi Óladóttur en núna með haustinu komu 4 bækur og höfundar þeirra eru hérna í kvöld flestir held ég og ætla að lesa. Það er Magnús Gesson, hann gaf út ljóðabókina Syngjandi sólkerfi. Hrafn Harðarson gaf út ljóðabókina Hlér. Gunnhildur Sigurjónsdóttir var með bókina Sólin dansar í baðvatninu og Þórarinn Þórðarsson með bókina Skáldsöguna burt. En svo eru líka fólk sem er með efni í tímaritinu sem muni lesa. Fyrstur er svolítið dularfullur lesari sem er með bók sem heitir Ljóðasmygl og skáldarán. Á forsíðunni mynd, það er svona sprenging á forsíðunni og maður sem hleypur í átt að lesandanum. Maður þarf alveg ímynda sér að það sé skáldi sem hafa haft svo mikið að segja að það hafi sprungið í loft upp, hreinlega. Og það sé ljóði sem er að hlaupa í átt að lesandanum og reyna að bjarga því sem bjarga verður. En ég held að þið sé ekki neinni hættu því að ég treysti að við öll mætti í Skotöldum Vestum í kvöld og þá býð ég Andra Snæ velkomin. Góð kvöldið. Ég ætla að lesa úr þessari bókina, Ljóðasmygl og skáldarán. Og hún er nýjasta bókin í nýjum flokki hasarljóða. Svo ég ætla að benda ykkur á að það er svona flipi á bókinni og þið getið safnað svona flipum og þannig að unnið þá ból og í fliplegnum. Og ég ætla að byrja því að lesa ljóð sem heitir Hringrás. Á meðan sólin snýst í kringum sjálfa sig og jörðin snýst í kringum sólina og tunglið snýst í kringum jörðina mun líf mitt snúast þig. En ef sólin hættir að snúast sjálfa sig og jörðin snýst mér sólina eða tunglið tekur beint strikk út í geiminn, getum við þá ekki bara verið vinir? Og ég ætla að lesa eitt ljóð sem heitir Það er engin skáld á Íslandi nema hann vísi í sonettina hans Jónasar Hallgrímssonar. Ég bið að hilsa. Þannig að ég vísa hérna í hana. Og ljóðið heitir Fuglinn trúr sem fer. Ég lá í Hljómskálagarðinum og baðaði mig í haussólinni undir styttuna af Jónasi Hallgrímssyni. Ég var að hugsa McDonalds hambúrgara því maður getur aldrei verið viss með hverju þeir drýja kjötið sem getur þess vegna verið frá góðsögulegum tíma. Skyndilega kom þröstur með fjaðrabliki og lenti nálægt okkur. Ég er ekki mjög glöggur á aldur fugla en mér sýndist þess vera eldgamall.
Það vill svo til að ég skil fuglamál eftir hamborgarát og þrösturinn fannst mér vera skömmustilegur á svipinn þegar hann beindi tísti sinni til Jónasar og sagði: Heyrðu, getur nokkuð lýst þessum engli með rauðaskúfin örlítið betur? Og næst ætla ég að lesa eina hasarljóðið í bókinni. Og ljóðið heitir Hetjan. Hetjan sem hafa lagt fleira að velli en nokkur okkar hinna og aldrei dvalist lengur inn til dögunar í rúm þeirra, hnaut stól á leiðinu út einn laugardagsmorguninn. Hún var lítil rúmsins og vífsins í rúminu. Þá mælti hann: Fögur stúlkan sem hún aldrei jafn fögur sýnst, bleikir vangar en slegið hár og muni ríða aftur og fara hvergi. Í dag búa þau í Árbænum. Og í haust þá lá ég út í garði og hann var að læra, virkja ljóð, og þá orti ég hérna töngu vorið. Tanka er svona japansku bragaráttur. Helvítis fuglar, hætti strax að trufla mig. Ég reyna að yrkja ljóð vorið. Snautið ykkur, skammirnar. Og þetta er hæka fuglinn sem var að trufla mig. Og hún er svona: Hrossagaukurinn nær öllum ormum, því Guð gaf honum langt nef. Og síðan er svona kafli hérna aftast í bókinni sem er svo kallar myndir af Melrakkasléttu, og það eru líka hækur. Og einn vísmaður reiknaði út að þetta verið 55 línur. Og fyrsta er svona: Vegurinn liggur á sléttunni og hvílir sig eftir fjallið. Til sjávar teygir vegurinn lykkjótta hönd með hús í lófa. Í bláþræði frá lóni til sjávar hanga óveitir fiskar. Í fjöru liggja eldar forfeðranna eins og rekadrumbar. Svartbakur syngur ókomandi framtíð æðarunganna. Selur á svamli sér að fólki á gangi hefur selsaugu. Og eini viðbót sem er kríurnar sem eru þannig fyrir norðan. Eða kríuhreiðurinn. Í víghreiðrunum klekjast út loftárásir komandi sumra. Og síðan er það 2 ljóð haustið sem ég vil að lesa. Eitt haustið var ég á gangi, ég gekk niður þurra götu og hitti þar fyrir sjálfan mig. Svo gengum við saman niður strætið. Eftir á að hyggja held ég að ég hef ekki verið með sjálfu mér. Og eitt að lokum sem heitir Haust. Ég veit að það er komið haust vegna þess að húsin eru orðin gul og rauð og farin að fella bárjárnið. Gamla fólkið er flogið suður á bóginn, en haustið hefur engin áhrif á mig því ég er sígrænn eins og sólin. Takk. Jæja, við þökkum Andra fyrir þetta skáldarán. Sem verið hérna þrátt fyrir skáldaránið. Þetta er ekki frjálsferðið hérna. Bjóða Hrafn velkominn, hann ætlar að lesa úr ljóðabókinni Hlér. Góða kvöldið. Ég hélt reyndar að þetta ætti að vera í Stafrósu, þannig að ég var alveg afslappaður og rólegur. Og það er út af fyrir sig ágætt. Þessi bók, Hlér, er ljóðaflokkur sem að ég samdi í minningu sona míns sem dó 7 mánaða fyrir 20 árum næri í ágúst 1975. Og það er svolítið erfitt að lesa úr ljóðaflokki. Í rauninni á líka að syngja þessi ljóð vegna þess að Gunnar Reynir Sveinsson hefur gert við þau sumhver gullfalleg sönglög og sum þeir eru prentuð hér aftast. Og Grímur Marínó Steindórsson hefur gert myndir. En ég ætla að lesa samt
byrjunina og fyrst af öllu stef sem er svona stef við ljóðaflokkin. Tunglið svona hálft í hvoru tók mig og bar upp til skýja. Þar hef ég setið síðan og sungið lagið þitt. Kvöldfuglar flögra, komast ekki til dags. Jörðin er sofnuð inn í draumlausa nótt. Lékum í fjöru, áttum óskir og byggðum borgir. Saman lékum í sandi og grófum sorgir í djúpar grafir. Kólnar í hjarta, því sumarið bjarta sildi burt, kvaka kvöldfuglar. Regnið. Regnið kom okkur báðum á óvart, enda hafði sólin gælt við okkur stund. Svo undarleg þögnin. Og geislar sólarinnar brutu sér leið í gegn, dumb rauðir, en skýið með regn sitt þokaðist burt að vekja fjarlæga staði. Þú spurðir, pabbi, hvers vegna rignir ský og skín sól í senn? Tjörnin. Við héldum göngu okkar áfram, hönd þín í lófa mínum hlý. Við komum að tjörninni, þar sem puntstráin spegla sig og brunnklukkur synda hundasund. Í spegli djúpsins sáum við skýin líða yfir himinn hvel, hægt svo ofurhægt. Tárin. Tár fjallu á spegilmynd, hrundu gárum í hring eftir hring sinn. Hve brotgjarn er draumurinn fagri, hve stutt úr þessum í annan heim. Andvarinn hreyfði við stráum, ýfði vatnsflötinn og andaði köldu á vanga, bar hönd að andliti og neri augun. 1. Dregin svört tjöld fyrir sólu, tjörnin myrk og djúp, auga horfist í augu við sig. Liðu dagar, kem aftur til sjálfs mín, nærvera þín fjarlægari. Ég er nærri einn með tjörninni, starir stjörfu auga, tómlát, anda á hana, hún grætur. Vaka. Djúpt í vitund mér er tjörn með fiskum sem bera nafn þitt sonur og þeir vaka frá morgni til kvölds. Nætur vaka þeir en vaka ekki. Í hjarta mínu er veiðimaður sem vonsvikinn reynir að veiða fiskana öllum stundum. Stundum, mjög sjaldan, taka þeir en sleppa jafnharðan. Og lokum veiðimaður. Hann hefur ekki í hyggju að eta fiskana. Hann ann þeim og vill bjarga úr heljar lind. Fiskunum hér er áskapað að synda í tjörninni og reyna að bíta á. Beitan er vonin. Næstu les þá Gunnar Randversson. Hann er með efni í tímaritinu. Hann hefur áður birt í blöðum og tímaritum. Það er svo vel, Gunnar. Góða kvöldið. Ég ætla að byrja á að lesa ljóð hérna sem heitir Draumur. Í svörtu húsi við hafið sefur barn og þegar hvítar dúfurnar hefja sig til flugs af þaki hússins opnar barnið augun eitt andartak
en sofnar síðan aftur og dreymir svartar dúfur sem ber við hvítan himinn. Svo kemur hér stuttsaga, örsaga, sem heitir Tvíburarnir. Á lítilli eyju bjuggu tvíburar sem voru svo líkir að haft var á orði að enginn þekkti þá í sundur nema mamma þeirra. Þeir sáust aldrei nema með sælgæti, enda átti pabbi þeirra sælgætisbúð og var því hægur vandi fyrir þá að komast í góssið. Úlpuvasar þeirra voru alltaf úttronnir af allskyns sælgæti og stundum drógu þeir upp úr vösum sínum heilu súkkulaðistykkin. Fyrir vikið brunnu tennurnar smám saman upp og var loks þannig komið að hann hafði eina tönn en hinn enga. Og þá, ekki fyrr en þá, skeggjum að þekkja þá við sundur. Svo hér ljóð sem heitir Áður en þorpið vaknar. Telpan í rauðu regnkápunni komin á fætur fyrir allar aldir til að horfa á skýin sem fara hægt yfir himinin meðan húsin sofa og öldurnar brotna letilega á ströndinni, hvítri ströndinni sem safnar þangi og skeljum og fótsporum barna sem sofa í þorpi við sjóin og telpan sem horfir á skýin sér fyrstu regndropana falla á jörðina og regnið heilagt, heilagt, heilagt eins og stúlkan sem horfir einsömul á skýin, himinin og regnið löngu, löngu áður en þorpið vaknar. Svo hér stutt frásögn sem heitir Borðið. Af veraldlegum eignum mínum þykir mér vænst borðið sem ég keypti rétt utan við Linköping í Svíþjóð sumarið 1991. Ég hafði tekið mér ferð á hendur til að kíkja á húsgögn hjá nokkrum fornmunasölum í nágrenni Linköping og rakst fljótlega á fallegt furuborð sem ég ákvað að kaupa, vissi einhvern veginn strax að þetta væri borðið sem ég hafði svo lengi leitað að. Fornmunasalinn vissi að það var smíðað í Karlstad í kringum 1920 og síðan hefur það greinilega lagst í ferðalög og sem sagt komið núna alla leið til Íslands. Sumarið 1991 var ég ekki farin að yrkja og mig grunaði ekki þá að við þetta furuborð ætti eftir að sitja drjúgan hluta ævi minnar. Og svo hér saga sem heitir Fjölteflið. Allir í bænum vissu að Grímur sparisjóðsstjóri var góður skákmaður á árum áður og hafði meira að segja mátað pólskan stórmeistara í fjöltefli í Reykjavík árið 1942. Þetta þótti mikið afrek og Grímur kom sjálfum sér algjörlega í opna skjöldu. Það var svo ríflega 30 árum seinna að taflfélag bæjarins var endurreist og þótti þá við hæfi að fá Grím til að tefla fjöltefli. Grímur kvaðst vera farin að ryðga í skákfræðunum en mætti þó galvaskur í fjölteflið. Þegar líða tók á taflið var kappinn kominn með verri stöðu á flestum borðum og þegar einn í skák var ólokið hafði hann tapað öllum hinum skákunum. Grímur var þá orðinn eldrauður í framan og honum tókst með herkjum að ná jafntefli í síðustu skákinni. Ekki vitað til þess að hann hafi snert á tafli síðan þetta gerðist. Og svo hér að lokum saga sem heitir Nick. Fyrir skömmu var frá því skýrt á baksíðu Morgunblaðsins að valinn hefði verið hamingjusamasti maðurinn í öllum Bandaríkjunum. Fyrir valinu varð 50 verslunareigandi sem býr í smábæ skammt frá borginni Baltimore. Hann heitir Nick og giftur 2 barna faðir. Nick segir að lykillinn að hamingjunni sé að vera alltaf jákvæður, enda segja allir sem þekkja Nick að hann sé alltaf brosandi. Konan hans Nicks, hún Mary, líka mjög hamingjusöm. Þau segjast eiga nóga peningum en eru þó sammála að þau séu ekki auðug, enda segja Nick og Mary að peningar séu ekki aðalatriði í lífinu. Þau eiga 2 dætur sem eru báðar að lesa lögfræði
Mennirnir þeirra heita Gary og Bob. Þeir eru báðir ákaflega hamingjusamir og segjast ekki geta hugsað sér betri tengdapappa en Nick. Í fyrra sumar lék Gary í tannkremsauglýsingu sem sýnd var á öllum helstu sjónvarpsstöðvunum í Bandaríkjunum. Allir sem þekkja Nick segja að hann sé afskaplega þægilegur í umgengni. Hann á herrafattaverslun í Baltimore og reksturinn gengur alveg eins og í sögu. Nick afgreiðir stundum sjálfur í verslunni en annars þarf hann ekki að skipta sér mikið af daglegum rekstri. Tengdasonurinn Bob sér að mestu leyti um reksturinn. Öllum ber saman að Nick sé mjög myndarlegur og ávallt velklæddur. Í frístundum leikur hann tennis og les góða bækur. Hann er líka mikið fyrir útivist og þau hjónin fara hverja páska til Austurríkis á skíði. Mary segir að Nick sé svo hamingjusamur að hann brosi meira að segja svefni. Takk fyrir. Síðast fyrir hlé les Gunnhildur Sigurjónsdóttir úr nýrri bók sem heitir Sólin dansar í baðvatninu. Svo vel. Komið sæl. Ég ætla fyrst að lesa hérna fyrsta ljóðið í bókinni sem er 20 ára gamalt og ég er einmitt búin að ganga með þessa bók í maganum í 20 ár. Ljóðið heitir Þrá 1975. Ég rétti út hönd mína og þrái svo heitt að snerta og verða snert. Gríp í tómt, alltaf jafnsárt, alltaf stækkar tómið í brjósti mér. Ég veit það er eins með þig, en hvar er hönd þín? Næsti ljóð sem heitir Leysing. Sólin dansar í baðvatninu. Innum opinn gluggann streymir fyrsti andardráttur vorsins, en hjarta mitt veit ekki að veturinn er á enda og tár mín renna hljóðlaust ofan í vatnið. Næsta ætla ég að lesa nokkur ljóð úr kafla sem heitir Jamaica. Fólk sem er kyrrt, situr, stendur upp við slitin hús, meðfram götum í dyragættum, tómleiki í augum, þvottur á snúrum, dauður hundur á götunni, aðgerðarleysi, tímaleysi, tannleysi, allsleysi, hrægammar sveima yfir. Gamall barþjónn afgreiðir gin og tónik yfir borðið. Herbergið er jaði grænt. Á veggnum er mynd af Jesú og önnur af allsberi konu. Öll þrjú með sama feimnisvipinn á andlitinu. Næst kemur ljóð frá grísku eyjunni Krít sem heitir Daglegt brauð í Sisjón. Gömul svartklædd kona með slæðu höfuð gengur hokin götuna, sækir geit í haga. Gamall svartklæddur maður með mikið yfirvaraskegg í hnéháum stígvélum gengur háleitur götuna, hægt og virðulega. Konur annast geitur, asna, svín og hænur tína jurtir allan daginn. Karlar sitja á kaffihúsi, drekka tyrknesk kaffi og úsó, spila, tala hátt allan daginn. Næst kemur ljóð sem heitir Afi Bárður. Hvers vegna ertu svona grimmur á svipinn? Það er vegna þess að þar sem ég ólst upp var ekkert nema sjór og grjót, sagði hann og strauk litlu stúlkunni blíðlega vangann. Langömmu kistan. Í kistunni geymdi hún dýrgripi sína,
Þar var kandís, sálmabók, silkislæður og kannski geimsteinar Guðs. Í dag er kistan vopnabúr sonar míns. Haust. Þegar jörðin andar djúpt og breiðir mjúklega yfir sig gullin laufin, þá er svo gott að finna kyrrð eftir óróa og skjannabirtu sumarsins, að anda með jörðinni og hvílast í rökkrinu gilda. Og að lokum kemur ljóð sem að heitir 1000 ára stríðið. Nú get ég gengið heiminn á enda, þó ég sé með hælsæri. Sandkornið sem komst inn fyrir skel mína og særði við hvert spor er orðið að perlu. Takk fyrir. Þá erum við búin að ræða bókmyndasöguna í viðu samhengi 20 mínútur og komum tími til að halda áfram. Og Birgir Svan Símonarson ætlar að lesa fyrstur núna úr ljóðabók sem heitir Sniglapósturinn. Gjörðu svo vel. Móður kær, ef þú hefðir ekki alltaf þurft að skúra sömu gólfin í prentsmiðjum, sjúkrahúsum og elliheimilum, þú hefðir aðeins getað strokið yfir síkvikar öldur Atlantshafsins, ekstrað í París, haldið síðan áfram sigurförinni með skúringavagnin svissnesku Alpana, niður til Napoli og Rómar. Mamma mía, hvort þú hefðir ekki tekið til höndunum á Sikiley og lesið þeldökkum einræðisherrum Afríkupistilinn úr skónum dónar, sit down, speak nothing. Ef þú hefðir ekki alltaf þurft að skúra þessi sömu andlausu gólf, hefðir getað flogið eins og Mary Poppins yfir til Indlands og farið með bankara á mottur gúrúana, dusta reykið af Kínamúrnum, þvegið skítuga sokkana Mao Zedong eftir gönguna miklu. Ef þú hefðir, þá hefðirðu gert hvíta húsið hvítara. Þú hefðir haldið bítibúri hjartans opnu alla nóttina í fátækra hverfunum. Og svo, þegar kvöldaði, þá hefðirðu tekið fram gamla síngerinn. Þá hefðirðu sniðið og saumað fram undir morgun og hlotið sess við hlið þeirra stóru. En líf þitt
var helgað þessum gólfum og aldrei fórstu lengra en á Laugarvatn utan eitt sinn í húsmæðra orlof norður. Dagleiðis. Við lindir lita stirna flóð sofandi eldsins, skjálfandi hvít nekt rís úr landmanna laugum. Hljóður straumur rykgráa hami ber til fjarlægrar strandar, fiðrildadans yfir brennisteins öldu, í söðli tímans, inn í höll birtunar. Glitrandi haftinu þögn, fuglar sem breytast í þögn og gera sér hreiður í hjörtum manna. Að mega sofa í þessu bláa vegavinnutjaldi og heyra ískalda fegurð streyma slagæðar landsins, heyra steinana vitna, sjá jöklana standa opna eins og dómkirkjur. Á Fjallabaksleið skuggar löngu gleymdra orða í skjóli þyngdarlausra steina, blómstrandi steina, hattur einhyrningur, leikföng tröllabarna sem döguðu uppi. En kemur allt til alls og allt á sér stað og stund. Dagleið yfir sand sem sólir hafa svæft með vögguvísum. Hvert horn fjall, geymir eirðarleysi milljóna borgar. Svífandi turnar, syngjandi tré, glitvefur vatnsins í vefstóli landsins, gullin mura og glemja rey. Já, það auðvelt að elska í kvikmyndahúsi ljóssins, auðvelt að elska og vera maður undir skínandi regnbogum, svo fjarri þóldrunum veruleikans. Og þá já, augun. Þú lítur mig öðrum augum en forðum daga á mokka. Lítur mig öðrum augum, nú þegar hárið þynnist og gránar, nú þegar búrekastígvélin hafa vikið fyrir svörtum gönguskóm. Þá lítur þú mig öðrum augum og stundum ég ekki viss hvort gula limósínan og einkabílstjórinn mundu freista þig, eða hvort símanúmerið þitt lægi á lausu, eða hvort þú mundir fara með mér óvænta för í miðnætur sól út í eyjar með engan farangur nema augskugga og varalið. Og að lokum kannski ljóð sem heitir Þorgeir. Eins og glæpamaður ekið aftur á vettvang yfir þessa heiði kvika af draugum, alltaf eitthvað smálegt sem maður gleymir, fingrafar, stubburur eða felgulykill, tálsýn eða hugmynd. Ég geng þorpið, það þekkir mig ekki, varla að þessi hús þekki sig sjálf. Áhugalaus maður kemur og fyllir tankinn, sofandi stúlka afgreiðir í sjoppunni. Sú var tíð að hver svipur minn var lesin eins og hátíðarútgáfa af Samúel, orð mín vegið og metin eins og tundurdufl í vörpu togarans, hver hreyfing mín skráð í annála á Jónsens og Kóper. Eins og glæpamaður hverf ég af vettvangi, ekki í loftinu yfir heiðina, með jökul í aftursætinu, sólarlag í skottinu. Þegar við komum, þá komum við, þegar við förum, þá förum við. Takk fyrir. Hún les Magnús Gestsson úr bók sinni
Jæja. Nú voru svo slitið þessi bók. Ég þarf að fara að endurnýja hérna. Endurnýja tækjakostina og það farið. Það þarf samt að nota hana eins og það. Og lesa úr Syngjandi sólkerfum. Og byrja á ástarljóði. Þú ert djúpandur augans, ólgandi ský þvert á allar áttir. Leynilegt hörund speglast í næturlaufin og þú teygar ljósboga minn undir syndandi silfurstjörnur. Ferðalangur. Ég geng hægt milli húsa og þyrla upp ósýnilegum ljósaskiptum. Fyrir augum mínum svífa tærir ljósgarðar. Kyrrlátt hús í ókunnu hverfi skína eftir ferðalangi. Bak við glugga, byrgða glugga, smjúga andlið milli andartaka. Næturljóð. Nóttin þakin logandi herbergjum við stræti úr stáli og steypu. Vertu hjá mér ástin mín svífum herra, vefðu mig örmum fljúgum herra. Á næturnar æða eldar ótal herbergi í fornum húsum. Syngdu hátt! Logandi djúpin enduróma í nóttinni. Faðmaðu mig, syngdu herra, herra. Þytur. Bifreiðar þjóta og hvína, hraðbrautin bylgjast fyllir loftið, takti og trega. Englar hrynja af himnum. Ég stansa stund og hlusta á klíðin, hverf inn í friðinn. Hús. Lágvær söngur föðurins svæfir barnið, skuggafuglar klíða við glugga, titra húsið snúning jarðar, suð ískapsins, taktur tímans dropar sem falla og falla. Einhver hvíslar gegnum bréfalúguna, fótatak fjarlægist, fótatak fjarlægist. Ósýnilegur maður hefur stundirnar yfir stirðnuðum líkama sínum, tínir þær upp og breiðir fyrir brjóstið. Sky-high. Regnið fellur og skellur á hraðskreiðum bílum, tálmandi ljóskeilur glampa og lýsa upp hús í einhverju úthverfi. Þú óskar þér undir regnboga gatnamátanna að þú værir annars staðar í öðru efni, innan dyra sem opnast með stiklum lykli og þú gengur léttum skrefum upp stíga. Herra, herra mót himni og syngjandi sólkerfum. Þögn. Þögnin þegar allir eru farnir og ókomin stund bíður færis í perluregni ljósaskipanna. Þögnin þegar hægt að ganga á allstundum himni, engin skuggi, engin hreyfing, aðeins glitrandi alheimur. Þytur sólkerfa speytist yfir þig og borgin bifast. Þögnin þýtur blóðið,
nætur í görðum borgarinnar. Þungur fnykur spinnur blýgráan þráð lungu, felur síkvik auglýsingaskilti, þéttist og sáldrar myrkri yfir garðana. Landsýn að morgunni. Í draumljósi milli dags og nætur mynd af bláu land. Hjólbarðar ískra skilja eftir lykt af heitu gúmmíi. Kaupmaðurinn á horninu raðar ilmandi ávöxtum á bensíntankana, angan af nýju brauði, maður á rauðu reiðhjóli fisklykt. Með nesti og nýja skó geng ég inn í kornótta birtu landsins. Land, land, land. Ég snerti grasið gengum gróið djúp, fjall í loftsýn, fjær, þrep úr andrúmslofti, göngustígar úr stjörnuríki, nótt eftir nótt, hverf ég í gróður og geng götur draums. Draumur. Vitaflóð flettiskiltanna truflar mig stöðugt. Bílljósin velta regnvota glugga, finn til ótta, gríp hönd þína svo ég yfirgefi mig ekki, sný stýrinu í endalausa hringi, veggirnir hlaupa á mig, lífið fýkur burt, ég fálma gegnum rúðuna en í annað ljós, rýni í skæra birtuna, svíf yfir misfellurnar. Logn. Í hitanum snertir andrúmsloftið hörundir þykkt af svita, andgufu og útblæstri, fá þér vatn og brost. Segir ljósaskiltið á hótelvegnum gegnum mistrið, fá þér vatn og brostu. Hitinn fyllir taugar líkamans, rykið logar á gangstéttum, þú strýkur heitt enni og stekkur ofan í ólgandi lindina, fáðu þér vatn og brostu. Vor. Enn tekur apríl á móti okkur þungur af snjó svo bílarnir svigna og við örkum í tærri birtu, þar sem horni himins mætast, leika bláir ferningar, hreinir af svölu vori. Þú bíður ekki lengur heldur gengur syngjandi spor í snjóinn. Það svona getur það. Dans. Sandur fíkur í sveipum á miðju torgi dansar við bréfarust burt úr bænum að glænum, strýkur kinn þín í kveðju og ritar á fjarskan. Vor. Þú gengur hratt, þyrlast upp og sindrar í sól milli húsa. Ógn. Milli hjarta og glampandi hnífs ekkert nema næfurþunn húð. Milli skinns og hörunds rennur ískalt vatn stríðst.
götu. Ég snerti þig næstum þú stökkst úr ískrandi strætó við fjölfarna götu og þaust í allar áttir. Ég snerti þig næstum lófiða öxt á hverfulu stræti. Lengi svo lengi reis ég og hneig á götu. Notaleg flóðbylgja þaut upp hryggsúlu mína. Ég snerti þig næstum. Þarinn eldur á tungunni. Djúpa rauðvín þó andar virðulegum sekúndum á tungu mína. Svala hvít mín þú stígur dans í lifandi líkama mínum. Göfuga koníak, boglína í heitum lóa mínum. Gullna viskí, korn af eilífum ökrum bylgjast æðar mínar. Kæra vodka, ósýnilegi spegill við brosandi varir mínar. Það er nokkuð ljótt að áhorfendur að hverfi sjónvarpi Hamraborgar, það er þessi snúr. Það er ekki mjög útgjörn ljóðbók þeirra í Hamraborginni. Það var frelf. Og að Birgir segi ef ég væri á lífi þá sýnist mér vera mjög vel á lífi hérna. Og það gildi ekki Þórarinn líka, Torfason, sem ætla að lesa úr skáldsögu sinni sem heitir Burt. Já, góða kvöldi. Ég ætla að lesa hérna aðeins. Hún er veik, liggur í rúminu með umgangspest. Allir of uppteknir til að vera hjá henni. Vinirnir úti að leika sér í góða veðrinu. Mamma niður í eldhúsi, drekkur kaffi og kjaftar við vinkonu sína. Pabbi í vinnunni. Hún liggur og mókir í rúminu, hitinn rýkur upp. Hún starir sljóum, hálfluktum augum á hvítt loftið. Höfuðið flæða óljósar hugsanir, myndir sem hún hefur aldrei séð áður, verða skýrari og skýrari. Rauðir lokkarnir flaksast til í vindinum, hylja andlit mitt. Ég reyni að ýta þeim frá því svo ég sjái eitthvað. Í höndunum gömul myndavél. Ég beygi mig niður, ber vélina upp að augunum. Lítið gult hús fyllir ramman. Smelli af. Trekki, tek aðra. Geng fram fyrir húsið, beinir linsunni að útidyrunum. Gylltur húnninn myndar skemmtilegt samspil við þríhyrnda gluggann í miðjunni. Dyrnar opnast. Í gættinni stendur karlmaður. Mér bregður svo ég gleymi að smella af, enda samspil húns og glugga ónýtt í bili. Má bjóða þér kaffi? Röddin djúp og hörð, seiðandi. Ég kinka kolli. Upp alla veggi myndir af ungum dökkhærðum manni með hörkulega andlitsdrætti. Ég sé strax að þetta ekki húsráðandi. Hann dáinn, sagt fast við eyra mitt. Mér bregður, skammast mín fyrir forvitnina. Hann var vinur minn, segir hann leið og hann gengur inn í eldhús til að hella upp á kaffi. Ég sest í gamlan og slitinn stofusófa, lít í kringum mig. Húsmunir gamlir og fátæklegir, slitnir stólar, lúin borð. Ég lyftist upp úr sófanum, líkt og einhver togi í mig. Ég færist nær og nær loftinu sem hverfur ég nálgast, víkur úr vegi fyrir mér svo ég kemst hindrunarlaust út. Svíf hærra og hærra til himins, uns ég leysist upp og sameinast skýjunum. Hún opnar augun, litla veika stúlkan og starir á loftið, finnur að hitinn hefur lækkað. Taka annan kafla.
eða hluta úr öðrum kafla. Snjónum kyngir niður og það fennir í spor mín, svo ómögulegt verður að rekja slóðina. Ég hef fengið meira en nóg. Ég er farinn og ætla aldrei að snúa aftur, aldrei nokkur tíma. Ég veit að strákurinn minn litli er í góðum höndum hjá húsfreyjunni. Hún er góð kona og sér vel um hann, það veit ég. Annars er mér svo sem sama. Hann minnir mig alltaf á Karlbjörgin föður sinn, þann djöful í mannsminn sem ég hata meir en flest annað. Ég sé varla orðið nokkur skapaðan hlut, bærinn horfinn snjómuguna. Það er gott. Þá sést ekki til mig það. Ég krafla mér áfram í snjónum og kuldinn smýgur gegnum rennblautt fötin, læðir sér inn að beini. Ég veit varla hvort ég geng eða skríð, mjakast þó upp fjallshlíðina, hærra og hærra. Álfaborgin rís upp fyrir framan mig, gnæfir yfir mig óhagganlega. Það er fylgst með mér, ég finn það. Ætla álfarnir þá að ljúka upp fyrir mér svo ég geti búið með þeim til eilífðar. Ég veit að augu skara í sífellu á mig, fylgjast með hverri hreyfingu minni. Ég má ekki gefast upp. Verður halda áfram, komast fyrir álfaborgina, upp á fjallið og niður hinveginn. Ég má ekki gefast upp. Hvaða gat er þetta sem opnast þarna fyrir framan mig? Það er eins og auga í hamraveginum. Er þetta augað sem fylgdist svo grannt með mér, eða hafa álfarnir opnað dyr sínar fyrir mér? Ég skríð inn í svart, tómt auga. Þar er skjól, snjómuggan nær ekki hingað inn. Ég skríð eins langt inn og ég kemst eftir hörðu og þurru mátargólfinu og sest með baki eftir kalt bergi. Hér ætla ég að bíða af mér hríðina og halda svo áfram þegar veðrinu slotar. Kuldinn nagar hold mitt og vörund af enn meiri krafti og miskunnarleysi en áður. Augnalokin þyngjast. Svefninn ásækir mig, sem litlar verur sveima umhverfis mig. Ég reyni að reka þær á brott, halda mér vakandi. Ég má ekki sofna. Og vakna ég aldrei eftir, aldrei. Mátturinn þverr í líkamann, svífur burt eins og farfuglar af hausti. En hann kemur ekki aftur eins og þeir. Augnalokin síga, leggjast aftur. Líkt og verurnar litlu hafi dregið það niður, hvernig sem ég reyni geti ég opnað þeim. Það er sem þeim hafi verið læst og litlunum hægt út í snjóðum. Já. Við erum kannski komin út í framhaldslífið núna, en allir dauðan dreymi eitthvað. Við erum komin, svo sem að lesa síðast, ætla að lesa draumbókmenntir. Það er spurning hvaða draum dísir dreyma, hvort það dreymi. Það er kannski eitthvað sem að karlmenn spyrja sig að þegar sjá fallega konu hvað ætlum dreymi. Ég mynda sig kannski að hún dreymi svona prins á hvítum Icelandic pony eða eitthvað álíka, en það er aldrei að vita. Við fáum svarið í núna. Þórunn Helgadóttir ætlar að lesa draumbókmenntir. Mig dreymir ofta að vera einhver önnur manneskja eða annar karakter á öðrum stað í öðrum tíma. Að gera eitthvað allt annað en ég er að gera í dag. Og þetta er eitt slíkur draumur. Ég hef nú ekki ennþá ráðið hann, en þetta er kannski frekar ævintýri en draumur. Ég hafði verið að hrekjast fjallgarðana dögum saman, þyrstur og hungraður, með fáttaðana en engisprettur og önnur skordýr mér til matar. Mér var ekki lengur vært í heimaþorpi mínu í Júdeu, af ástæðum sem ég tel ekki viðeigandi að fara út í hér, og því var ég flúin til fjalla, lagstur út sem væri ég ótíndur glæpamaður. Það var nú ekki beinlínis til að færa ásýnd mína, en ég er lítill og horaður, kræklóttur með krókbói nef, skakkur af harðræði og næringarleysi í æsku. Ég varð að komast til mannabyggða. Eitt sinn hafi ég hlerað á samræður þorpsstjórans og förumanns staddur var í þorpinu,
að það myndi vera einhvers konar búnaður á vegum rómverska hersins þarna hinum megin við fjöllin. Vígvélar og annað slíkt og væntanlega hernaðarmannvirki í kringu það. Þangað var nú för minni heitið. Eftir miklar þrengingar kemst ég niður á sléttuna og sé þá blasa við mér heljarmikla girðingu eða múr einhvers konar. Nú ég haltra með frá girðingunni og velti fyrir mér hvernig ég komist inn, helst óséður, því matvæli varð ég að ná. Veit ég þá ekki fyrir til en ég komin að rammgerðu járnhliði. Þar fyrir utan stendur Rómverji í fullum herklæðum sem kemur undir eins auga á mig. Hann bendir mér að koma. Helst af öllu langar mig að leggja á flótta en það er ekki annað að ræða en að hlýða og vona að maður sleppi bara lifandi frá þessu. Þegar ég komin hér bil alveg upp á honum staldra ég við. Hann starir niður á mig undan hjálminum með stingandi augnaráði. Lykilorðið, þrumar hann. Nú er að gera að vera fljótur að hugsa. Hann heldur örugglega að ég sé njósnari. Það er hreint ótrúlegt hvað þeir eru tortrygnir Rómverjarnir. Drepa fólk að minnsta tilefni. Ég veit að ég létu hálsögva nokkra fanga í fangabúðinu fyrir austan að því einn þeirra fékk hávaran hiksta. Þeir héldu að fangarnir væri að senda dulmálsmerki sín á milli. Ég hef ekki grænan grun lykilorðið og því romsa ég upp úr mér. Já, ef þú vissir skilaboðin, já þá myndir þú ekki spyrja mig lykilorðið. Skilaboðin, svarar hann tortrygginn. Já, skilaboðin, segi ég. Já, það vildi nú ekki hver sem taka að sér að bera þessi skilaboð, en ég segi að ég sé heppinn maður að fá að flytja þau. Ég mun verða gæfumaður, ég mun verða ríkur maður, augnablik, segir hann. Heldur inn og ég heyri hann kalla. Hér komið maður með skilaboð. Eftir skammastund er mér vísað inn í mikið tjald, hvar tekur á móti mér stór og feitur Rómverji sem mér skilst á látbragði hinna að muni vera hershöfðingi. Og þarna stend ég, einn í tjaldi með 2 Rómverjum. Þeir eru báðir miklu stærri en ég og því vissar að halda ró sinni. Þú segist vera með skilaboð, segir hershöfðinginn. Mikill gæfumaður var ég að fá að bera þessi skilaboð, veina ég. En áður en ég get komið nokkur orði verð ég að fá að eta. Hann gefur samstundis bendingu og innan skamms farið að bera á borð fyrir okkur dýrindis hangikjöt og rauðkál, grænar baunir, jafning og kartöflustöppu. Með þessu drekkum við svo gómsætt eðalvín. Ég reyna að vinna með tíma og ræði enn frekar fjálglega á mikilli tilfinningu, gæfu mína og gjörfileika míns æruverði að gestgjafa. Áður en ég veit af er vínið farið að svífa á hershöfðingjann og hann byrjaði að ræða við mig í trúnaði. Hvað er að frétta á Rómaborg, spyr hann. Já, það er nú eitt og annað að frétta, þaðan, svara ég. Hugur minn starfar á fullum krafti því það er langt síðan ég hef verið í Róm. Já, þeir höfðingjar 2 eru alltaf við sama heygarðshornið, segi ég spekingslega. Þannig hagar til í Rómaborg að 2 hershöfðingjar ganga næstu keisaranum á tík og berjast völdin. Nú þyngist brúnin á gestgjafa mínum. Hann starir ofan í drykkjarkrúsina og segir þrunginni röddu. Já, mér hefur nú ekki verið vel alltaf til annars þessara manna. Nú, Katólómeusar eða Pantómeusar, lauma ég aðhlúandi og skilningsríkur. Það ríkir djúp þögn þar til höfðinginn segir Katólómeusar. Já, það er einmitt þaðan sem skilaboðin segi ég aldeilis uppveðrað. Hann Katólómeus býður þér að koma til sín og þú skalt fá kræsingar og eðalvín og fagrar konur því hann vill sættast við þig. Nóg að eta og drekka og fagrar konur. Jæja, vill hann það, blessaður gamli maðurinn. Hershöfðingi lítur upp úr veigunum klökkur í bræði. Þá rámar mig í kjaftasögur ég hafi heyrt einhverja feðgafílu í hirðinni. Ég hrósa nú aldeilis happi en sé að ekki er björninn unnin enn, því ekki má maðurinn ná að undan mér til Rómar. Ég bið því hest og vistir, svo ég megi ríða sem fyrst til Rómar og færa föðurnum svarið og er það fúslega veitt. Þegar þangað kemur færi ég Katólómeusi þau boð að sonurinn vilji sættast. Gamli maðurinn verður heldur en ekki glaður og undirbýr heljar mikla veislu til að taka á móti glataða syninum. Ég er undireins boðin velkomin við hirðina því ég er auðvitað einkavinur sonarins sem ég uppgötvaði heitir Títus.
Allar götur síðan hef ég lifað í vellýstingum og ríkidæmi og þó að mig gruna að þeir hafi komist að einu sanna í málinu, þá eru þeir svo ánægðir með lyktir þess að þeir hafa látið það óátalið. Næstu þið heyri lagið Where do you go to my lovely when you're alone in your sleep, þá vitið þið svarið. Til Rómar sem sagt. Lítið fyrir prinsinum og íslenska pónihestinum. Vonum hans bara í dagdraumunum. En ég ætla að þakka fyrir þeim sem að lásu og þeim sem birtu efni í tímaritinu og ekki síst þeim sem að leiða okkur að vera hérna í kvöld. Bara lifið heil.